komið sæl. Nú erum við stödd í listasafninu á Akureyri og já, ég er norðan en ekki að sunnan. Ótrúlegt en satt. En við ætlum að ræða við 3 listamenn þeirra sýningar. Komið með í það. Já, ég er frá Sviss og ég flutti til Íslands 2015. Já, eins og sést, þetta eru málverk. Þetta er íslensk náttúra. Eins og ég sé eða skinn hana. Þetta er bara, ég fer ofta að ganga úti. Ég tengi mjög sterkt með náttúru hér, sem var ekki í Sviss, þetta er bara öðruvísi. Og já, ég hef svona sterkt upplifun og tek myndir á meðan það er úti. Helst best er að vera bara marga daga í senn, labba með tjaldinu og bara alveg hverfa inn í náttúrunni. Og já, ég tek myndir og fer svo heim og í vinnustofunni er ég að vinna með þetta. Og reyni eiginlega að mála þetta skynjun eða tilfinning sem ég átti þegar ég sá eitthvað á þessum stöðum þegar ég var þarna. Já, þetta eru myndir sem ég málaði í síðustu svona 1,5 ár. Ég get ekki nákvæmlega sagt hvað tekur langan tíma að mála eitt mynd. Ég mála alltaf fleiri myndir í senn á sama tíma. En jú, þetta tekur tíminn auðvitað sem mér finnst bara gott því að ég elska að vera á staðnum sem ég var, bara inn í vinnustofunni og bara, þetta er pínu eins og hugleiðsla, bara hverfa aftur inn í náttúru þar þegar ég er að mála þetta. Svo skiptir engu máli hver langan tíma þetta tekur eiginlega. Kristín G. Jóhannsson heiti ég og er að sýna málverk, enda heitir sýningin Málverk, sem ég hef gert síðastliðin 20 ár eða frá aldamótum og fjalla birtuna í landslaginu. Stundum finnst mér raunar að ég sé alltaf að mála sama málverkið sem ég byrjaði á þegar ég var 15 ára og það hefur síðan þróast í ýmsar áttir. En þessar eru kannski komnar fjær, eða þessi málverk, komnar fjær því sem að fyrirmyndin segir til. Það þarf pínu litla skáldgáfu til þess að sjá að þetta er heiðin og vaðlarnir og birtan og brekkurnar. Þá heiði sem ég hef alist upp við og horfi á alla daga út vinnugluggann minn, vinnustofugluggann minn og það heitir Vaðlaheiði. Það er heiðin. Og síðan mála ég það sem ég næst mér er í innbænum, þar sem vinnustofan er og já, það er sem sagt mín atfinna þessa myndir. Það er nú kannski, ég hef í rauninni lifað 2 ævir samtímis. Annars vegar opinber starfsmaður og hins vegar málari við hliðina. Það sem hefur breyst í málverkinu, það er kannski það að ég hef gefið mér lausari tauminn. Ég er ekki bundinn af því sem ég þykist vera að mála. Ég mála þannig að ég er óháður öllu öðru. Ég er líka orðinn það gamall að ég læt allt flækka það sem mér dettur í hug. Frábært. Eins og hvað? Ég meina, eins og sést á sýningunni þá litirnir tiltölulega eru miklir, eru bjartir, en það vegna þess að ég er að mála birtuna. Af því að það fer að skyggja hjá mér sjálfum, þá er ég að búa mér til nýja birtu. Og það kemur fram í þessum nýjustu málverkum, að ég er að leita að birtunum. Það er mikið einyrninga
Það var pínu eitthvað svona self-insert, sko, að maður væri svo spes, maður væri einhyrningur, sko. En svo var þetta líka tekið frá svona þetta gítareffekta fyrirtæki sem heitir JHS, sem framleiðir effekt sem heitir Unicorn, það með einhyrninga. Og mér fannst einhyrningurinn svo sorglegur eitthvað, myndin á honum. Og þá byrjaði svona fyrsta sem gerði var að gera pappmassa einhyrninginn. Þegar ég einhvern veginn tengdist við þess að mynda einhyrninginn í tilfinningaböndum. Og svo pabbi líka hestamaður, hann er mikið hestum í fjölskyldunni. Ekki í fjölskyldunni, í kringu fjölskylduna. Það er kannski betur að segja það. Og ég skýrður eftir hesti, Logi kemur eftir hesti sem afátti. Þannig að það er svona þétt í fjölskyldu ættinni, hestastúr. En svo var líka svo gaman að nota marga liti út af því að ég er svo gaman að græjum og litir eru græjur. Og þú veist, það er svo leiðilegt að þú ert kannski meira fullans og takmarka palettuna og verður kannski með svona afslappaðari liti en það er svo mikið fallegum litum til að gaman að nota það. Svona á það alltaf. Ef maður á það ekki, getur maður keypt það og gaman að kaupa hluti. Þá er maður svo glaður. Í rauninni gerði ég bara að vinna að gera rosa mikið af málverkum og svo valdi ég bara úr að sum voru að gera sérstaklega fyrir sýninguna. En þú veist, fram að því hafði ég bara verið að gera fullt af verkum.